Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum að fara til Sýrlands að gefnu tilefni og hingað komin Tjörfi Schött sem hefur oftast okkur til þess að glögga okkur á alþjóðamálum. Það þannig að þetta skyndilega fall ríkisstjórnar Assad eða veldisans kom held ég mörgum á óvart en af hverju gat þetta gerst svona hratt og snögglega? Já, það kom mörgum á óvart, mörgum greinendum. Ég hef verið að hlusta á svona þessa helstu greinendur sem að ég hef fylgst með, sem að fjalla þessi mál og þeir hafa sjálfur verið að tala það að sá þetta enginn fyrir að því að þegar þessi skyndilega sókn, svo kallar uppreisna manna, hófst 27. nóvember. Ég meina það eru tæplega 2 vikur síðan, það er ekki einu svona liðnar 2 vikur síðan og svo náðu þeir Aleppo sem er nú einn stærsta borg landsins á sitt vald bara á 3 dögum, þess að 30. nóvember. Sem að hefur verið var barist 2 ár eða eitthvað. Já, lengur, það var aðal orustan í sýrlensku borgarastyrjöldinni og þeir náðu henni bara á 3 dögum og án þess að væri veitt mjög mikið viðnám þannig að það kom mjög mikið óvart og svo var talað að sýrlenski herinn myndi setja varnarlínu við næstu borg sem hét Hama en svo féll hún og þá fór þetta að hringja viðvörunarbjöllum að eitthvað skrítið, eitthvað furðulegt væri í gangi og svo bara voru þau bara allt í einu komin til Damaskus, höfuðborgarinnar og hún féll bara á 3 klukkustundum bara þegar þau komu inn í útjaðar borgarinnar það tók bara 3 klukkustundir að ná henni. Þannig að viðnámið var ekkert? Já. Af hverju var þá viðnámið ekkert? Já, það er stóra spurningin og það er ýmislegt að segja það, þú veist, það er stóra málið en kannski fyrst þetta að hvað þetta kom ekki óvart á sá þetta ekki fyrir. Ég man að ég var með þess að fylgjast með svona veðböngum og ég man fyrra árinu það hefði verið að veðja allan andskotann og það var meðal annars verið að veðja mun Assad falla á þessu ári og það var í 9% og svo allt í einu bara þegar Damaskus féll bara upp í 100% og hann er fallinn og þannig að það sá þetta ekki fyrir og hvers vegna gerði þetta svona hratt og hvers vegna var svona lítið eins og hér viðnám veitt og það er svo merkilegt þegar þessi sókn hófst eins og segi fyrir tæplega 2 vikum, 27. nóvember að mesta viðnámi sem var veitt það var af rússneska lofthernum að þeir voru strax byrjaðir að gera loftárásir á þessu uppreisnarmenn og sögðust hafa drepið 400 þeirra en að því að virðist var sýrlenski stjórnarherinn bara stöðugt að hörfa og veitt ekkert viðnám og þá náttúrulega vakna þessar spurningar það er ekki eðlilegt það lítur þá eitthvað að vera mögulega að herforingum í hernum hafi verið mútað eða það hefur verið einhvers konar samsæri, það hefur verið eitthvað svona skipulagt, þeir hafa verið í samráði við óvinnin og ég var að hlusta á Daniel Davis sem er herforingi sem barðist í Persaflóastríðinu og hann er með YouTube-ráð sem fjallar hernaðarmál og hann er vel kunnur þessi mál og hann var að segja að þegar hann var í Írak og Afganistan síðan þá var hann vitnað þessu eins og þegar Afganistan féll munið það var við svipað að þess að Bandaríkin yfirgáfu Afganistan og Talibanar bara tóku landi bara á nokkur dögum og þessi stjórnarher sem að Bandaríkin höfðu verið að þjálfa og vopna hann bara hrundi bara eins og spilaborg og þá verið talað um að Talibanar hafi infiltratað, hvernig segir maður það á íslensku, að koma sér inn í skiluru herinn með því að bara hafa samband við herforingja í hernum og koma sér þar fyrir og gera einhvers konar samninga við þá annarkvort með því að múta þeim með eitthvað slíkt þannig að við getum ekki fullir við vitum þetta ekki, við erum náttúrulega alltaf speculation hjá okkur en það lítur samt að hafa gerst eitthvað svona að þessum herforingjum í hernum er annarkvort verið mútað eða að uppreisnarmennirnir hafa komist í samband við þá og hafa gert eitthvað svona samning við og heyrðu, ef þið berist ekki á móti þá skulum við, þú veist, leyfa ykkur að lifa eða eitthvað slíkt skilur bara við gerum svona díla þið bara hörfið og þið bara veitið enga viðspyrnu og þá einhvern veginn gegn einhverju skilur að þið fáið að lifa eitthvað slíkt það er einhvers konar þannig samningur sem hefur átt sér stað og sem að skýri það að stjórnarherinn veitti enga mótspyrnu og eins og þetta er mjög svipað en enginn veit af hverju það gerist akkurat núna því að þessi átök hafa verið mjög lengi en af hverju gerist það allt í einu núna sýrlenski herinn fellur bara inn í sig Ég er að segja það kemur svo mikið á óvart og er svo erfitt að skýra að því að við sáum að þetta gerist í Afganistan en
en sko þessi sérlíki stjórnarherinn voru búin að berjast sko árum saman. Fara, sko. Hvað segirðu? Þá í Afganistan gerðist það þegar Bandaríkjaher var að fara og þá komu talibana bara strax á eftir. Já, fólk var að furða sig á því þá, en það er kannski lógiskri skýring að því að það var svo mikil spilling og þessi stjórnarherinn í Afganistan hafði enga sko sögu að því að berjast fyrir land sitt og verja landið, skilurðu. En það er öfugt að sýrlíski stjórnarherinn var búin að berjast árum saman gegn uppreisnarmönnunum og það var alveg bara hart barist eins og við tölum Aleppo, það var aðalorustan 2016 eða það í kring sko. Og þess vegna svo skrítið sko að það verði þessi mikli viðsnúningur, skilurðu. En það er eitthvað sem hefur gerst á þessum 4 árum. Það var samið vopnahlé fyrir 4 árum síðan, 2020 ef mann rétt. Og það er talað að svo kom sko COVID og eitthvað talað að það hafi mögulega haft sín áhrif sko svona demoralization. Ég veit ekki hvort að það sé satt útslita þátturinn sko. En eitthvað hefur gerst á þessum 4 árum sem hefur orðið til þess að einhvers konar spilling eða einhvers konar demoralization og það er náttúrulega þegar Trump var við völd í Bandaríkjunum þá voru setta nýjar efnahagsþvinganir á Sýrland sem eru kallað Caesar sanctions teknar í gildi 2019 og 2020 og höfðu mjög mikil áhrif á hagkerfið þannig að það hefur verið mjög mikil bara fátækt og eymd í Sýrlandi að því að landið er búið að vera í borgarastyrjöld í mörg ár og svo koma efnahagsþvinganir ofan á það og svo sko eftir að þessi borgarastyrjöld átti þessi stað upphaflega sem braust út upphaflega 2011 og munið það var uppgangur ISIS 2014-15 tóku stórum hluta landinu og svo komu sko Tyrkir stigu inn, Bandaríkin inn og Kúrdar og landið hefur rauninni verið sko skipt upp ætið síðan og öllum norðausturhluta landsins hefur verið stjórnað af sko Kúrdum sem eru studdur af Bandaríkjamönnum og þar eru flestar sko olíustöðvarnar og olíuauðlindirnar og það er líka sko ef ég skil það rétt kjarna sko landbúnaðar héruð landsins eru þar á meðan restin er að mestu bara eyðimörk sko. Þannig að það landsvæði hefur ekki lengur verið undir stjórn Sýrlandsstjórnar, það hefur verið undir stjórn Kúrda og svo ráða Tyrkir yfir svona buffer zone sko á landamærunum að Tyrklandi og svo eru Bandaríkin líka með herstöðar og yfirráðasvæði einhvers staðar í suðurhluta landsins einnig sko og þá er talað skilur að hagkerfi landsins hafi bara verið crippled út af þessu sko, bæði út af efnahagsþvingunum mörgum árum af borgarastyrjöld og svo út af sko yfirráðum yfir stórum hluta af landinu og er ekki með þessar olíuauðlindir og aðgangað helstu landbúnaðar hér í landsins og þá hefur skilur bara verið svo mikil eymd í landinu að þá hefur bara rauninni mögulega sko ekki bara fólki í landinu heldur greinilega sko einhver völd innan hersins, innan stjórnarinnar snúist gegn Assad sko. Þá kemur oft upp svona staða það sem er allt betra en óbreytt ástand og þá getur ýmislegt gert. Og ef við hefðum setið fyrir árið síðan og verið að tala átökin í Sýrlandi og þú hefði nefnt Kúrdana og stuðning Bandaríkjamanna og svo stuðning Rússa og hitt og þetta. Ég veit ekki hvort að þú hefðir nefnt Hayat Tahrir al-Sham. Já. Sem er eiginlega sá her sem var að ná Sýrlandi. Já, þetta er þessi samtök sem eins og segir eru kölluð HTS, það stendur fyrir Hayat Tahrir al-Sham og það sem þetta nafn þýðir er sko samtök fyrir frelsun Sýrlands og þau eru leita af leiðtoga sem heitir Abu Muhammad al-Julani og hann var áður leiðtogi samtaka sem hétu Al-Nusra og það er rauninni þessi samtök voru áður Al-Nusra og Al-Nusra var sko armur Al-Qaida í Sýrlandi og Al-Qaida átti sína flesta meðlimi þarna í Sýrlandi í þessu samtökum og þetta voru ein aðal samtökin sem voru að berjast gegn Assad sko í Sýrlandsstríðinni í fyrri fasanum þegar það var mjög mikið barist sko og ef við förum sko á vefsíðu bandarísku leyniþjónustunnar, það sem er listi yfir hryðjuverkasamtök, þau eru ennþá listu þar þessi hryðjuverkasamtök og þessi leiðtogi þeirra og hann var áður með sko eftirlýstur, einhverju $10 million skilur verðlaun sko, eins og ég gert við svona hryðjuverkamenn sko, ég sé ekki hvort að það sé lengur, en hann var áður eftirlýstur sko hryðjuverkamaður af Bandaríkjunum. Nú er hann kynntur sem frelsissæta Sýrlands. Já, og nú er hann kynntur sem frelsissæta Sýrlands og meira þess að Wikipedia, ef ég skoða bara Wikipedia-greininum hann þá stendur skiluru ferill að hann var fyrir ISIS áður sko þegar það hét Islamic State of Iraq það var þannig að þetta voru sko 2 fylkingar Islamic State of Iraq, Islamic State of Syria og svo saminuðust þær 2012 í sko Islamic State of the Levant skiluru, hann var hjá ISIS þegar það hét Islamic State of Iraq fram til
2012 og þetta nýja frelsishetjan sem að Og studdað Bandaríkjamönnum, Tyrkjum. Hann sko, já, það náttúrulega, maður spurði sig hversu miklu leyti hann studdur af sko Bandaríkjunum, það getur vel verið, en klárlega sko, það getur ekki annað verið en að sko Tyrkir hafi skipulagt, hjálpa til með að skipuleggja og styðja þessa sókn uppreisnarmannanna, eða hryðjuverkamannanna, eða hvað það kallaði, ég meina þetta nú voru áður í ISIS og Al-Qaida sko, Þeir eru náttúrulega að varpa af sér argra áratuga einhvers konar konungsveldi næstu því, það sem bara einhver ætt sem hefur setið þarna og haldið öllum stjórnartaumum. Ég það með Assad? Já. Já, þeir náttúrulega sko, faðir hans náði völdum hérna í Sýrlandi 1960-70 eitthvað sko og svo tekur hann við en þetta sko þetta veraldleg sekular stjórn sko á meðan þessi völd sem hafa náð núna völdum í landinu eru sko islamistar og trúaröfgamenn sko. Bandaríkjamenn studdu Taliban á sínum tíma í Afganistan gegn Rússum. Og núna eru þau líklega að styðja þessi öfl gegn Assad sem studdur af Rússum. Og þetta mér svipað, ég var að fylgjast með siguræðinni sem Al-Jolani hélt núna í Damaskus eftir að þeir eru búin að takast að hrekja Assad á landi og hann talar Mujahideen sem sama nafnið sem að var notað yfir uppreisnarmennina í Afganistan sem að þýðir rauninni einhvers konar stríðsmenn Guðs, einhvers konar jihadistar sko. Að þeir eru svona islamista og þeir eru í heilugu stríði gegn sínum andstæðingum, þá lýsa þeir sér sem Mujahideen, stríðsmenn Guðs og og svo sem merkilegt, þú veist að tala sko hvernig hans ímynd hefur verið endursköpuð núna í vestrænu fjölmiðlum, af því það er svo mikið áróðurstríð í gangi. Það var til dæmis CNN tók viðtal við hann og þar var hann látið lítið út fyrir að vera bara woke. Hann var að tala sko fjölbreytileika, þeir eru hlindir sko fjölbreytni og eitthvað sko. Þetta var alveg absúrt að horfa á þetta viðtal. Það eins og honum hafi verið gefna línur til þess að lesa, skilur. Það hefur verið að reyna að endurskapa ímyndar og svo eru margir sem eru svolítið að grínast með það líka honum saman við Zelensky, því hann alltaf klæddur í svona dökkgrænan ból og er svolítið líkur honum. Það verið að skapa einhvers konar nýjan Zelensky sko. Það er líka svolítið verið að gera grín að því. En vitum við hvað mun gerast í Sýrlandi? Er hægt að sjá það fyrir miðað við að það hefur náttúrulega verið átök í mörgulöndum og uppreist gegn ríkjandi stjórnvöldum. Það var í Egyptalandi og gekk tilbaka, það var í Líbíu sem eiginlega leysti Líbíu að einhver leyti upp. Írak náttúrulega, ég veit ekki hvort að það sé svona, hvort það hangi saman einhvern veginn, en það er svona upplausn í mörgum af þessum löndum. Hvað getur þú séð fyrir hvernig Sýrland verður undir stjórn Abu Mohammed al-Jolani? Sko, nú er náttúrulega málið að landið er klofið í margar einingar sko. Og það er ekki víst sko hvort að það verði núna samina aftur. Og það ef að Tyrkir styðja þá núna að Tyrkir eru ekki hlindir því að Kúrdar séu með sterka stöðu í Sýrlandi. Já, því við segir, Kúrdar ráða yfir hluta af Sýrlandi og Tyrkir ráða yfir öðrum hluta sem að þeir hertóku sinni tíma með þeirri réttlætningu að þeim stafi ógn af Kúrdum eða eitthvað slíkt sko. Það var svona réttlætningi þeirra fyrir því að hertaka þetta sem landamæra héruð að Tyrklandi. Og svo er sko náttúrulega þessi hreyfing hans Al-Jolani, HTS, er einn uppreisnarhópur, svo eru margir aðrir. Að til dæmis í þessari sókn, að ég sá það ekki sko strax að það var líka sótt frá suðri sko, uppreisnarmenn. Þeir komið frá norðuri, frá Idlib héraði og ég ætla að koma inn á það sko að þeir hafa klárlega verið sko studdir af Tyrkjum, að Tyrkir hafa tekið þátt í að þjálfa þá og skipuleggja þá að því að þeir sóttu fram sko þetta voru ekki bara skæruliða, þeir voru vopnaðir sko skriðdrekum og með drónum sem að sagt að þeir hafa fengið frá Úkraínu. Það eru margar fréttir, það bendir alltaf þess að þetta séu sko FPV drónar sem hafa fengið frá Úkraínu og þeir voru með skriðdreka og fullu vopni búnir, þannig að þetta er ekki bara skæruliðar, þetta er ekki bara eitthvað svona uppreisnarmenn, þetta eru bara fullskipaðar herdeildir og það, þú veist, þær kom ekki úr engu, þær hafa verið sko þjálfaðar og byggðar upp og það er klárlega sko Tyrkir sem hafa tekið þátt í því. Þannig að Erdogan ber mikla ábyrgð á þessu og þá sýnir rauninni að sko þráttur Erdogan hann hafi verið að sko segja alls konar Ísrael, að fordæma Ísrael fyrir það sem þeir hafa verið að gera við Palestínumenn á Gaza, en hann er rauninni bandamaður Netanyahu. Það kemur í ljósa því að hann var að gera Netanyahu mikið greiða með þessu sko. Hann Erdogan. En sem sagt, og þá sóttu hvernig er það? Akkur hagnast Netanyahu á þessu? Við skundum komið að því, en hann er nú búin að fagna þessu sjálfur Netanyahu og En bara svo að þetta skilja hvernig átökin liggja? Já, þetta er svo margt þess að útskýra sko. Ég ætla að segja sko
að þeir sóttu þarna frá Idlib héraði sko, uppreisnarmennirnir, að því það sko landamæra héraðið að Tyrklandi sko. og þegar þessi sókn hófst þá opnaði líka Tyrkland sko landamærin og það talað að erlendir sjálfboðaliðar hafa verið að streyma þar inn sko. Þannig að svipað eins og gerðist með ISIS 2014-15, það voru mjög mikið sko erlendir sjálfboðaliðar sem að börðust fyrir ISIS á þeim tíma og aftur núna sko. Og svo eftir að Assad stjórnin féll, hvað gerir Ísrael? Þeir ráða strax fram í Gólanhæðum og núna berast fréttir af því að þeir hafi sko, það svo kallar buffer zone, þið veitir sko Gólanhæðir eru er svæði sem að Ísrael hertók af Sýrlandi í stríðinu 1967 og hafa ráðið yfir síðan en er skilgreint sko sem hernumið svæði samkvæmt alþjóðalögum og er ekki viðurkennt sko sem hluti af Ísrael og ætíð síðan sko í Jom Kippur stríðinu 73 þá hefur verið svona buffer zone samkvæmt sko ályktun Sameinuðu þjóðanna á milli Gólanhæða og Sýrlands og núna var Sýrland að ráðast, var Ísrael að ráðast inn í Sýrland, þeir voru að ráðast inn og taka þetta buffer zone og Netanyahu fór þarna að landamærum sko Gólanhæða að Sýrlandi og flutti ávarp það sem að hann fagnar sko falli Assad að því að hann hefur alltaf skilgreint sko Assad, hann tilir þessum sko öxulveldi ílskunnar sem er einnig kvöldlega Axis of Resistance, þú veist, þið þessi andspyrnu öfl gegn Ísrael á svæðinu og þá er alltaf bent á sko Íran, að þeir eru rótalsíls, að Íran er sko aðalaflið og svo eru þeir að styðja skiluru Hezbollah sem að Ísrael hefur verið í stríði við og svo náttúrulega Húta í Jemen, Ansar Allah og ýmsar skærulega hreyfingar til dæmis í Írak og Hamas og svo náttúrulega Hamas á Gaza og núna var Ísrael búið að vera í stríði við Hezbollah í Líbanon og sko vopnin sem að Hezbollah fá, þau koma náttúrulega gegnum Sýrland, af því að sko Líbanon hefur landamæri að Sýrlandi og hvernig getur Íran komið sko sínum vopnum og stuðningi og svo framvegis til Hezbollah, það hlýtur að vera í gegnum Íran í gegnum Sýrland vopnastuðningu frá Íran fyrir í gegnum Sýrland og þetta tengist allt sko, að núna voru Ísrael í þessu stríði við Hezbollah í Líbanon og munið það gekk ekki, þeir réðust inn en náðu ekkert fram og gerðu vopnahlé og það var skrifað undir þetta vopnahlé sko 27. nóvember og það getur ekki verið tilvílun og það er sami dagur sem að uppreisnarmennirnir hófu sína sókn í Sýrlandi frá Idlib héraði að sama dag og þá er talað sko að í Sýrlandsstríðinu sko áður Hezbollah stígu þar inn og áttu mikilvægt hlutverki að hjálpa Assad-stjórninni að halda velli og núna eru þeir búin að vera svo uppteknir í sínu stríði við Ísrael við landamærana Ísrael og þeir drógu sér allt sitt herlið tilbaka frá Sýrlandi og það er talað að það hafi verið sko mikilvægt þáttur í þessu af því að Hezbollah voru ekki lengur til staðar til þess að hjálpa Sýrlandshernum og Assad og þetta er það sem að Netanyahu segir að Ísrael ræðist þarna inn á þetta landamærasvæði að Gólanhæðum og Netanyahu fer þarna landamærunum og flytur ræðu og þar segir hann sko að fagnar þess að falli Assad og segir að sko að við áttum okkar hluti í þessu með því að veikja Hezbollah sko. Þeir voru ekki lengur til staða til þess að styðja Assad sko. Og náttúrulega þið vitið þeir voru búin að taka leiðtoga Hezbollah að lífi og marga að helstu herforingunum í Hezbollah munið með svona árás með talstöðum sem voru sprengdar upp og svo framvegis sko. Hann sem sagt vísar til þess, hann Netanyahu og svo segir sko Netanyahu í ávarpinu að sko ríkisstjórn Assad er sko central link er í Irans axis of evil þessi andspyrnu öxullin, hann kallar þetta axis of evil það sem að eins og sé Íran er rótalsíls er aðal andstæðingurinn og Sýrland var þessi hvernig segir maður central link af því að það er þaðan sem að sko vopnin streymaði gegn til meðal annars Hezbollah og mögulega Hamas eða hvað sko mikilvægasti lekkurinn. Já. En er það þannig að HTS, þessi hreyfing sem er búin að ná Sýrlandi eða stæðstu hluta eða þeim hluta sem að Assad hélt áður, að það séu bandamenn Ísrael og þar er ekki bandamenn Palestínumanna? Það er það sem er svo furðulegt að þetta eru sko sunni íslamistar og við höfum alltaf heyrt það sko Hamas að þetta eru hryðjuverkamenn og þeim er líkt saman við Al-Qaida og ISIS og svo framvegis. En þessir uppreisnarmenn eru sko studdir af eins og við sjáum Tyrklandi sem er aðili að NATO og mögulega Bandaríkjunum og það virðist einnig vera Ísrael sem bandamaður þeirra af því sko Ísrael hefur verið að gera reglulega loftar á Sýrland. Assad er anstæðingur
Netanyahu og stjórnvalda í Ísrael. Og ég man ég skrifaði greinar þetta þegar ég var að skrifa greinar á Samstöðun í sumar. Ég var að greina frá því að Ísrael var að gera reglulega loftárásir á Sýrlandi. Þetta komst aldrei í svona almenna fréttir, skilurðu. Og núna í nóvember, áður en þessi sókn hófst, þá voru þeir að gera reglulega loftárásir. Og það hlýtur þá að vera til stuðnings þessar mögulegu sóknar sem að var síðan að eiga sér stað. Það getur ekki verið tilviljun. Og svo tók The Times of Israel, ísraelska dagblaðið Times of Israel, tók viðtali við uppreisnarmennina. Þetta mjög merkileg grein og í þessu viðtali það segja we love Israel, við elskum Ísrael. Þið eru ekki óvinir okkar og þeir segja markmið okkar er að steypa Assad á stóli og þegar við náum völdum í Sýrlandi þá ætlum við að taka upp eðlileg diplomatísk samskipti við Ísrael og vera bandamæðin ykkar. Og eins og þetta er svolítið furðulegt að þessir sunni íslamistar eru vinir Ísrael. Ekki vinir Hamas og Hezbollah. En Assad sem var felldur á stóli, einhver myndi segja að farið hefur fyrir betra? Já, og núna náttúrulega margir að fagna hans falli og við sjáum það í vestrænum fjölmiðlum. Ég talaði hvernig þeir hafa verið að endurskapa ímynd Al-Jolani, leiðtoga HTS sem var áður Al-Nusra, Al-Qaida og var áður hjá ISIS og svo framvegis. Að reyna að fegra ímynd hans af því það er verið að fagna því að Assad er fallinn og við sáum til dæmis svona hér á Íslandi voru svona menn eins og Illugi Jökulsson og Egill Helgason að fagna þessu en ég meina maður spyr sig er þetta ekki bara sagan endurtaka sig? Við sáum hvað gerist þegar Gaddafi var felldur á stóli í Líbíu að landið splundraðist í öreindir, það var það svokölluð failed state, það er ekki ennþá ein miðlæg stjórn, ríkisstjórn sem ræður yfir öllu landinu. Líbía er ennþá bara splundrað og alla geta lífskjör fólks í landinu bæst við þær aðstæður. Við sáum þegar Bandaríkin fóru inn í Írak 2003 með innrás og steyptu Saddam Hussein á stóli að landið fór bara í upplausn. Það var bara uppreisnar og ólgu og óstöðuleika ástand og það er talað um þetta destabilization, þessi miklu óstöðuleika sem þetta olli og það er svo merkilegt að það er Saddam Hussein var náttúrulega hrotti, það er enginn að verja hann. En það er svo merkilegt að það eru margir sem að fóru að sakna Saddam Hussein í Írak og það var BBC tók þekkt viðtal við mann sem að 2003 þegar bandaríski herinn kom inn og steypti Saddam Hussein á stóli þá fór hann og hjó niður styttuna á honum og viðtalið var ég tók niður styttuna Saddam Hussein en núna sakna ég hans. Þetta var merkilegt viðtal sem BBC tók við einn mann í Írak og ég er að segja að þetta er svona svipað dæmi núna að menn fagna falli Assad en ég minna það getur ekkert orðið skárra ég meina þetta setnir allt í að verða því að landið er þegar splundrað í marga hluta og svo spyrir hvað verður núna ástandið og það var ég er að lesa grein sem að er frá Tyrkjum það Tyrkir áttan það þátt í þessu og það er tyrkneskur ráðamaður að tala möguleika hvernig það mun líta út og hann talar svona 5 scenario og í öllum þeirra þá er landið einhvern veginn skipt upp Það er spurning hvort það verði einhvers konar federation, skilurðu, öll þessi ólíku svæði, það eru Kúrdar og það eru... En getur það ekki verið jákvætt, ef þú horfir á það frá sjónarhóli Kúrda, þá getur það verið jákvætt að Sýrland haldist ekki saman, að Kúrdarnir fái að verða til kúrdískt land, ríki, og sem mun náttúrulega gera kröfur að fá hluta af Tyrklandi og... En já, þú getur auðvitað að skoða þetta frá ólíku sjónarhóllum sem bendir á, Það sé jákvætt bara að skipta landinu upp, að Kúrdar fái einhvers konar sjálfstætt ríki, en þá er spurningin munu Tyrkir lifa það. Núna eru Tyrkir náttúrulega í lykilstöðu. Þeir studdu þess að uppreisnarmenn. Gætu siga þessum mönnum á Kúrdana. Og já, og það er alveg óljós ég held að það verði ekki stabílt ástand núna í framhaldinu þessu, af því að þetta eru svo margir ólíkir uppreisnarhópar og þeir þarf að koma sér allir saman. Það bendur allt til þess að það verði einhvers konar upplausn að þetta myndi bara, skiptast upp, í staðinn fyrir að vera eitthvað svona ein sterk miðlæg stjórnvöld sem að ná að sameina landið. Það bendur allt til þess að þetta myndi bara splundrast, svipað og gerist í Líbíu og að því Tyrkir eru í svo sterkri stöðu núna að þeir eru náttúrulega ráða þegar yfir landsvæði í Sýrlandi, landamærin að Tyrklandi og þeir áttu lykilþátt í að skipuleggja þessa innrás og aðstoða þessa uppreisnarmenn og það er bara hreinlega spurning hvort að þeir vilja bara taka hluta af Sýrlandi fyrir sig, taka bara til dæmis Aleppo þannig að og muni þeir leyfa Kúrdum að verða að hafa sitt eigið svona bara hvað maður að segja sterkt sjálfstætt ríki skilurðu. Það eru margir í Bandaríkjunum sem að segja að þótt að lífskjör í Líbíu hafi fallið og það sé svona
engin miðlæg stjórn sem heldur röð og reglu í landinu, að þá sé það skárra heldur en Gaddafi og sama með Írak, að það sé betra að í þessu löndum sé röðulega upplausn heldur en það betra fyrir þá en ekki fyrir fólki í landinu. Nei, það ekki. Það betra fyrir þeirra geopolítísku hagsmuni eða eitthvað, deila og drotna eða eitthvað sko. En það gæti verið að Bandaríkjamenn myndu aflétta viðskiptaþvingunum og þá kæmi kannski eilítið betri efnahagsleg staða. Já, en hvernig á efnahagslega staðan að batna þegar að landið skipt í svona margar einingar, skilurðu? Og ég meina, ég sé ekki sko, það mjög erfitt að spá fyrir framhaldið, en ég bara sé ekki hvernig á að sameina landið undir einni sterkri stjórn, skilurðu. Það bendir allt til þess að Kúrdar verða áfram með sitt svæði, Tyrkir eru búin að taka einhvern hluta af landinu og svo veit ég ekkert hvernig verður með restina af landinu, hvernig því eru skipt upp, skilurðu. En þetta áfall fyrir Íran? Það nú átök? Já, sko, það sem ég var að segja, sko, stærsti sigurvegarinn í þessu greinilega Netanyahu, númer 1. Næsta sigurvegarinn Erdogan í Tyrklandi, númer 2, og svo það lítið á kannski Bandaríkin, númer 3, skilurðu. Þetta verður langtíma markmið hjá Bandaríkjunum, að steypa Assad á stóli. Þetta eru upplýsingar sem hafa verið gerðar opinberar. Það heitir Operation Timber Sycamore, sem var aðgerð CIA að steypa Assad á stóli. Það mér til Wikipedia færsla þetta, það var fjallað í New York Times, Washington Post, þetta bara vel þekkt, að þeir voru að senda fé og vopn til uppreisnarmann í Sýrlandi til að steypa Assad á stóli. Og svo Wesley Clark, sem var hershöfðinginn í NATO í kringum árið 2000, hann greindi frá því að eftir hryðjuverkaárásirnar í Bandaríkjunum 11. september 2001, þið veit að þá voru þessi svoköldu neocons við völd í ríkisstjórn Bush, Dick Cheney sem var varaforseti, Donald Rumsfeld varnarmálaráðherra, að þeir komu með áætlun að ráðast inn í 7 múslimaríki og það var fyrst Írak, númer 1, og númer 2 var Sýrland á þeim lista sko. Þannig að þetta hefur lengi verið markmið Bandaríkjamanna á neocons að steypa Assad á stóli, því hann hefur alltaf verið einn helsti andstæðingur þeirra og alveg frá því í kalda stríðinu, af því að Sýrland var áður bandamaður Sovétríkjanna á tímum kalda stríðsins og Rússar eru með herstöð í landinu. Þannig að þeir eru sigurvegari númer 3, Bandaríkin. Helstu taparar, númer 1 Íran, af því að þetta eins og segi, það rétt sem að Netanyahu segir, hann kallar þetta öxarveldi ílskunnar, þeir kalla sig andspyrnuöflin, að Sýrland þessi mikilvægi hlekkur andspyrnuöflana, af því að það svona fyrir logistical support, það er það sem að Íranir geta sendt sín vopn og stuðning til Hezbollah og til þessari andspyrnuöfla sem að berjast gegn Ísrael. Þannig að þetta mikið áfall fyrir Íran. Og ég var að hlusta á viðtal við Chas Freeman sem einn reyndasti diplomati í Bandaríkjunum og mjög fróður þessi málefni. Hann var sá sem að fór með Nixon til Kína á sínum tíma, 72. En hann var að tjá sig þetta og hann segir núna aukast mögulega líkurnar á því að Íranir munu fá sér kjarnavopn eftir þetta. Af því að staða þeirra hefur veikst eftir þetta. Af því að þeir eru ekki lengur með þennan bandamann Assad í Sýrlandi og þeir eru ekki lengur með öruggar leiðir til þess að þeir eru alltaf voru með svona skærulegar hreyfingar í Sýrlandi líka og munið fyrra árinu, það var einn stærsta frétt í fyrra árinu þegar Ísrael gerir loftárás á sendiráð Íran í Damaskus og drap einhverja hershöfðingja þar. Og þá munið Íran og Ísrael að slúta eldflugum sín á milli, það var byrjaði því, það var minnum 1. apríl sem það gerist. Þannig að Íran var með hvað maður að segja, þeir voru með sína menn í Sýrlandi. Núna verða þeir þurfa bara að bakka út og þegar þessi sókn hófst núna 27. nóvember fyrir 2 vikur síðan, þá var mikið tala að Íran myndi senda einhvers konar aðstoð, einhvers konar herlið til þess að aðstoða og líka þessar skærulegar hreyfingar Shita í Írak og svo var líka talað að því Rússar náttúrulega eru með herstuðarna, voru ekki að lofta á sér, að þeir myndu senda Wagner-liða til að aðstoða Sýrlandsstjórn, en það var bara orðið á seint, að þetta gerði svo hratt og að því að sýrlenski stjórnarherinn veitti eitthvað viðspyrnu, þá þýðir ekkert að senda eitthvað erlent herlið til þess að aðstoða þá ef þeir vil ekki sjálfur verja sitt eigið land, skilur. Þannig að það varði ekkert úr því, og þá virðist Íranir þeir bara þurfa að bakka þarna út, og þá talar hann að þeir eru komnir í veikari stöðu í Íran, að mögulega munu þeir núna eigur líkurnar á því að þeir muni verða sér út kjarnavopn, og öll sú umræða sem Rússland líka tapari? Já, tapari nummer 1 Íran og tapari nummer 2 Rússland, af því að þeir náttúrulega hafa stutt Assad lengi og eins og ég myndist á, þá var Sýrland var bandamaður þeirra alveg frá því kalda stríðinu fyrra þegar Sovétríkin voru
og þeir lögðu mikið í það að sko styðja Assad og þeir beinlínis björguðunum af því að það var hérna þegar að borgarastríðið geisaði þegar að ISIS var að ganga fram, það var hérna 2014-15 þegar að það var þá tóku þeir við stóru hlutanlandinu og þá voru þeir farnir að nálgast Damaskus og það er ekki tilvíðun, það var þá 2015 sem að Rússar stigu inn og það var til þess að bjarga Assad frá falli og þeir sáu fram á að ISIS gæti mögulega bara tekið hérna Damaskus og það er ekki að því að Rússar eru eitthvað svo voðalega góðhjartaðir, það er að þetta er hagsmunamál fyrir þá, þeir eru með herstöðir í landinu, þeir vilja ekki að þeirra bandamaður falli frá, þannig að þeir voru að vernda sína hagsmuni í Sýrlandi með því að stíga þar inn 2015 og hafa lagt mikið í að verja hann og það er merkilegt utanríkisráðherra Rússlands, Sergej Lavrov, hann var hérna í Doha, það var svona fundur í Doha á milli Rússlands, Tyrklands og Íran og hann var það var tekið viðtal við hann Al Jazeera bara í gær eða fyrradag og það sem merkilegt í þessu viðtali, hann nefnir aldrei Assad á nafn og maður sér þetta svolítið svona í umfjöllun Rússa þetta núna, það er Putin, hann vil til dæmis aldrei, hann er volítið tjáð sig þetta og hann nefnir aldrei Assad á nafn sko. Það er svo Rússar séu sko bálreiðir út í Assad og þeir bara neita að nefna hann á nafn, skilur. Þeir líta á þessu svona svik hjá honum, skilur, því við erum búin að leggja svo mikið í að styðja þig og svo lifur þess að gerast, skilur. Þannig að Rússar eru bálreiðir yfir þessu. Þannig þeir meta að þetta hafi kóðnaður öfulega innan frá að andstaða á varnir Assad hafi bara brugðist. Það er greinilegt að því að sko sýrlenski stjórnarherinn veitti enga viðspyrnu, þannig að það hefur eitthvað gerst innan frá, skiluru. Og þá er náttúrulega að kenna sko Assadum, hann hefur leyft þess að gerast. Og sko Rússar voru lengi búin að segja og tala fyrir því að Assad ætti sko að sættast við Tyrkland, hann ætti sko að funda með Erdogan. En Assad neitaði alltaf að gera það sko, að því að hann lítur svo á að Erdogan hafi stutt uppreisnarmennina í Sýrlandi og tekið hlutalandinu og herti ekki hlutalandinu, þannig að Assad sko bara neitar að hitta hann og neitar að fyrirgefa honum það, en Rússar voru alltaf að segja við hann, þú verður að vera bara rational, þú verður einhvern veginn að við verðum að finna ykkur að lausna málinu, skilur. En Assad alltaf bara neitaði, bara nei, ég vil ekki hitta hennar mann, ég vil ekki semja við hann af því að hann bara er búinn að reyna að drepa mig og fjölskylduna og búinn að taka hluta af landinu. Svipurök og Zelenski notar gagnvart Putin. Já, og það er ekki hægt að tala við hann af því meðan hann verður að skila landinu fyrst. Þannig við þekkjum það. En þegar þú að telja upp sigurvegarar og taparar, þá nefnur ríkisstjórnir í ýmissa landa. Það eftir að koma í ljós hvort að sýrlensk alþýða er tapari eða sigurvegari í þessum valdaskiptum. Já, en sko ég sé ekki hvernig ástandi getur skánað í landinu. Ég meina við lærum bara sögunni. Sáum hvað gerist í Líbíu 2011, sáum hvað gerist í Írak 2003. Bæði skiptin þegar að þessum leiðtogum sem að eru alltaf kallaði rottar og einræðisherrar og þú veist, það er alveg lögmætt gagnrýni, ekki ætla ég eitthvað að reyna að verja þá hér. Ég meina til hvers að ég að reyna að verja Saddam Hussein eða Gaddafi. En ég meina við sjáum bara hvað gerðist, að þeim var steypt á stóli og landið þó bara í upplausn eftir það. Og við sjáum það núna, land í Sýrlandi þegar skipt í marga hluta og ég sé enga vísbendingur að það verið sameinað, það bendir allt til við vorum bara að ræða þetta, að Tyrkir kannski bara taka hluta af landinu, Kúrdar eru með sitt landsvæði, hvað verður restina, það eru svo margir svona uppreisnarhópar, hvernig geta þeir komið sér saman. Og þeir sem að þú telur upp sem sigurvegara, að þeim er öllum ósárt þótt að Sýrland leysist upp í einhverju svona warlords svæði einhver. Já. Þú meina þá eins og Ísrael. Ísrael er bara ánað með það og Tyrkland er ánað með það og Bandaríkjum er ánað með það. Já, það, eins og segja, það við þjóna þeirra einhvern veginn svona sko geopolítísku hagsmunum, en það er ekki hagsmunar almennings í landinu. Af því að hvernig á að byggja upp landið, byggja upp efnahaginn í landinu og skapa velferð í landinu ef að það er bara í upplausn og tvístraði öryndir eins og í Líbíu. Ég meina Líbía var náttúrulega sko miðstöð flóttamannakrísunnar til Evrópu, hún náttúrulega náði hápunkti 2015. Þegar að Sýrlandsstríðið var í hápunkti, uppgangur ISIS, en að því að sko Assad-stjórnin, af því að Gaddafi-stjórnin hafði fallið frá í Líbíu 2011 og það var alveg upplausnar ástand í Líbíu, þá var það sem að flóttamennir fóru og það sem voru að sigla yfir til Evrópu á þessum bátum og voru að drukkna í þúsundatali, það var í Líbíu sko. En flóttamannastraumurinn, hann mun ekki minnka frá Sýrlandi við þetta, meða við svona... Ég veit það ekki, hvort það verið flóttamannastraumur núna, það er sem er svo merkilegt við þessa sókn núna, er hvað það lítið barist, hvað þetta var blóðlust. Eins og sé, það var aðalega bara í upphafi þegar rússneski flugherinn var að varpa sprengjum á uppreisnarmennina, en svo sáu þau bara að sýrlenski stjórnarherinn, hann er ekki að veita neitt viðnám, þeir eru bara að hörfa, þeir eru ekkert að berjast, þannig hver er tilgangurinn með þessu? Og eins og sé, þeir tóku Damaskus, höfuðborgina, það var bara
einhver skotin hlitt af. Vísu var sko skotin hlitt af þegar ég sjá myndböndin, það að því að uppreisnarmennir eru að fagna, þeir eru bara skjótt upp í loftið, en það var engin skotin hlitt af í raunverulegum orustum eða bardum, það var bara tekið sko friðsamlega sko. Þannig að það eru ekki sko mikið stríðsátök í gangi í landinu. En við myndum samt ekki kalla þetta friðsamleg valdaskipti. En þetta áttur að koma í ljós. Ég sá að það eru nema náttúrulega reyndar hérna loftárásir Ísrael og þeir hafa notabene haldið áfram sínum loftárásum. Það halda ennþá áfram og þeir voru að taka hérna landamærasvæðið á Gólanhæðum. Já, hvað segirðu? Ég sá að það voru margir að tjá sig á Facebook meðan hans var Hannes Hólmsteinn Gissurarson sem að sagði að þetta myndi leiða til þess að sýrlenski flóttamenn í Evrópu geti snúið heim. Ég veit ekki hvort að hann verði að ósk sinni. Ekki þeir sem segja þetta, ekki eru þeir með hagsmuni flóttamanna fyrir brjósti, vilja þeir ekki bara losna við þá? Jú, aftur tilbaka. Herðu, fróðlegt að fá þig hingað og takk fyrir að setja þín í mál fyrir okkur hérna á samstöðunni. Ég ætla að reyna að finna einhverja sýrlendinga hérna á Íslandi sem að geta hérna frætt okkur betur svona átökin inn í landinu og hvernig þetta lítur kannski út frá sjónarhóli alþýðu í Sýrlandi. Vonandi tekst mér að finna einhverja sem að er í aðstöðu til þess að útlista því fyrir okkur. Takk hérlega, Tjörfi. Takk. En við ætlum að sitja hérna áfram með rauða borðið að reyna að skilja heiminn sem við lifum í. Það er fullt starf nú orðið það því að hann breytist á hverjum degi. Næsti kafli er eftir augnablik. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.